Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að peningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og er sem fyrir umsjónamaður þáttarins. Þátturinn er unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Gestur þáttarins í dag er Árni Þór Hlynsson, framkvæmdastjóri og einn eigenda fyrirtækisins Skattur og bókhald, sem er ráðgjafafyrirtæki sem sinnir skatta- og reikningsskilum, endurskoðun, bókhaldi og almennrar ráðgjafar. Velkomin Árni, takk fyrir að koma. Já, takk fyrir að bjóða mér. En við höfum fengið töluvert af óskum og ákallum það að tala af einhvern sem að getur tekið svona til umfjöllunar rekstur og það hvernig einstaklingar koma sér út í rekstur, hvort er að stofna fyrirtæki utan það eða hvort það sé bara best að gera þetta á eigin kennitölu og svo framvegis. Hvernig maður á að svona vinna sig í gegnum þann frumskóg sem þessi heimur er og til þess er þú komin. Þú getur hérna leiðsögumaðurinn í frumskóginum. Já, ég skal reyna að hjálpa, það er ekkert mál. En svona til að byrja þetta, hver er maðurinn? Hvernig kemst maður á þann stað að vera framkvæmdastjóri og einn eigenda í fyrirtæki sem heitir Skattur og bókhald? Já, þetta, í mínu tilfelli er þetta svona erfðagalli. Móðir minn stofnaði þetta fyrirtæki árið 1990. Já. Þannig að í desember fyrir aðurðu við 30 ára gömul. Til hamingju með það. Takk fyrir. Hún svona er ein fyrst og ræði fyrsta starfsmanninn 1995. Svo vex þetta að sjá henni, mér minnir að þegar ég kem inn þá hafa verið 4 eða 5 starfsmenn. Já. Ég tek við 2003, þá bara var hún svolítið bara búin að því og orðin of stór fyrir að hennar mati. Akkurat. Þannig að ég hafði þá verið í vinnu hjá Deloitte í 5 ár, samhliða háskólanámi. Og hún óskaði eftir því að ég kemi og tæki við reksturinn, þannig að ég tek við 2003 í ágúst og er búin að vera með fyrirtæki alveg síðan. Þannig að þetta er bæði svona í genunum og svo bara ertu búin að gera þetta mjög lengi. Já, ég byrjaði að hjálpa henni svona 12-13 ára að færa bókhald og ég man eftir að hafa verið að vélrita skattframtöl, sko. Já, það er þannig. Þau voru vélrita á tímabili og öllum skilaðinn á pappír, sko. Það var hlaup hérna réttur í miðnætti og síðasta skiladegi og stungi í lúu hérna í tollhúsinu, sko. Það er svona æsku minning, það er pappi sitjandi sveittur við stofuborðið að fylla þetta út hérna og mátti ekki trufla hann og það var allt fullt af einhverjum pappirum og það var bara fyrir rekstur eins heimilis. Já, akkurat, sko. Þessi betur fyrir hefur þetta nú breyst, sko. Betur fyrir, sko. Þetta var alveg svakalega skröllegt, sko. Já. Skattframtöl fyrirtækja voru, sko, á tímabilið þá gafst upp tekjur og gjöld og eignir og skuldir í bara 4 tölum. Okay. Og þar með var bara búið lókið, sko. Þannig að þetta nú sem betur breyst. Þetta eru fleiri línur í dag. Já, verður lítið fleiri línur og meiri gröfur, sko. Já, einmitt. Og svo er þetta líka, þetta er orðið miklu meira rafrænt eins og bara fyrir flest venjulegt fólk sem er einmitt bara launamaður eða launafólk með eitt húsnæði og eitt bíl og á kannski 1 eða 2 börn að það rúllar þetta bara allt saman inn í skattframtalið. Þú eiginlega bara eitir á send. Já. Sem betur fyrir, þá hefur þetta breyst mjög mikið og upplýsingaflæðið verið miklu betra. Akkurat, og maður hugsa svona, er þetta eitthvað sem að fyrirtæki þínum gera að því nú veit maður að eins og í Bandaríkjunum þar er sko skattframtölum nánast haldið viljandi flóknum til að halda svona einhverjum fyrirtækjum, en það eru fyrirtæki sem er í þessum bransa sem svona lobbya gegn því að þau séu einfölduð, en það er ekki heyra því að það sé eitthvað þannig í þínum bransa, það er nóg annað að gera heldur að telja fram fyrir einstaklinga. Já, það er alveg harrið, sko, og við höfum bara fagnað þessu og að fólk geti að miklu leyti framtali sjálft, sko. Það auðveldur okkur, þetta er kúfur sem er inn í ársskilunum, þegar við erum að taka stóru félögin, þá er þessi kúfur í mars, þá erum við ofta að vinna okkar stærstu kúnna. Þannig að þetta hefur truflað, en við erum nú samt sem aður að gera nærri 600 framtölu á ári. Já. Þannig að maður losnar aldrei alveg við þetta. Nei, fyrir einstaklinga þá? Já, ok. Það eru 2 á dag. 3 ef við bara virkundagana. Já, akkurat, sko. Þetta er Já, við raun og veru höfum samt bara mánuð til að skila þessu, sko. Þannig að einmitt. Það er mikil pressa í mars, sko. Já. Þannig að þetta er mjög svona kannski svolítið seasonal bransi. Já, hann er það, sko. Þetta er svona 15. janúar til 1. október. Þá er bara ansið mikið að gera. Já. Þess á milli, sem er nú ekkert alltaf langur tími, þá getum við farið í frí. Þá verður sumarfrí. Já, þá verður eiginlega sumarfrí. Já, einmitt. Þetta er svolítið skyldi bara að segja þessu leitin til og margir kalla eftir einhverju breytingum á þessu. Já. Þetta er ekki fjölskylduvænt að þessu leiti til. En það þarf samt einhvern veginn
að reyna að stýra þessu þannig að þú getur haft verkefni fyrir allt árið sko. Þú byrðir ekkert starfsmann að hætta í 3 mánuði sko. Nei, einmitt. Þannig að það er kunst að reka þetta í þessu skattkerfi. Já, við trúum því. Áskorun. Já. Og þetta er alveg svona lúmst stórt fyrirtæki, eða ekki? Jú, við í dag erum við 20 Já. með 1300 viðskiptavinni sem að við erum bara stöðugt að þjónustu. Mismikið sem eru bara með allt hjá okkur og aðrir eru með ársreikningsgerðina hjá okkur og aðrir eru bara í skattranntölum og þetta er svolítið stórkona hópur. Já. En það er líka útbúrslega gaman að eiga svona fjölbreyttan hóp sko. Já, við erum í öllum geirum atvinnulífsins og það er áskorun en á saman tíma alveg hrikalega gaman sko. Trúið því. Að þú öðlast gríðarlega víðtæka reynslu af við erum bara allir flórun sko. En þetta er svona áður við setjum og skrúum frá hljónamurum þá svona talaði að fólk sem hefur ekki verið í rekstri og bara eins og ég segi bara venjulegt launafólk eins og megna fólk hefur kannski ekki skilning á á mikilvægi þess og flækjustíðinu sem þið mætið, þeir eru svona fólkið á bakvið tjöldin eins og ég sagði. Já, alveg rétt sko. Alveg rétt. Og mörgum bara rís hugur við það að þurfa að velta fyrir sér skatti og bókalda því þetta sé svo stórfenglega flókið og leiðilegt og óspennandi en það er nú ekki að heyra það. Nei, alls ekki sko. Þetta er vissulega áskoranir en það er bara eitthvað erðagalli í okkur Íslendingum bara frá því að við flúðum Noreg sko, undan sköttum. Að þetta virðist bara loða við okkur eftir þessi 1100 ára svo. Og við erum lafrætt við skatta. Það er bara þannig. Já. Og ég hef margoft heyrt það í minni vinnu að menninu segja, ég hef búin að vera hérna í marga vikur að reyna að koma til þín sko. Koma bara hvítir í framann og hrættir, bara þeim líður mjög illa. Það er magna. Og það eru bara mjög margir skattfælnir. Í miður sko. Er þetta eins og segir, er þetta bara erðagallið? Ég held það sko og það er líka þessi tilhneiginga í okkur að mörgum gengur bara illa að setja sig við að þurfa að greiða skatta. Já. Í miður sko. Já. Og hafa enga skilning á af hverju þetta þarf sko. Já. Þannig að við sjáum allt sko. Þannig að þeir eru svona sáluhjálpar hlutverki með það þá líka? Já, mjög svo sko. Já. En starfið er alveg gríðarlega fjölbreytt og það eru miklar áskoranir sem mæta manni. Þú veist ekkert hvað tekur við þér, þú er kannski búin að gera eitthvað planið við daginn og svo hringir einhver en þetta er virkilega skemmtilegt starf. Þetta er með mikil ráðgjöf í þessu. Já. Og sáluhjálp. Já. Það er það og ég man þetta einhvern að sko kom inn og náttúrulega þetta búin að draga það alveg fram á hófi að koma en kom og skuldaði þá 20 milljónir í skatta. Já. Og við fórum í tiltækt og þetta voru mikið til áætlanir og við fórum bara í tiltækt hjá hann og þetta tók einhverja mánuði og svo einhverjum tíðanbóti þá kom hann inn til okkar og með bara yfirlitur og tallir sem sýndi 0 sko. Hann hefur verið ótrúlega ánæður. Þetta var þvílík frelsi. Já. Þegar fólk sko því miður kemur sér oft í ýmisvandræði sko. Já, bara með því að hunsa vandamáli. Já, með því og halda það hverfi sko. Já, og þú sagðir, það er eitt orð sem þú sagðir hérna, það er áætlanir. Þetta er ég veit ekki hvort að fólk almennt átti sig á því hvað það þýðir, áætlun í skatta. Já, akkurat sko. Ef að þú skilar ekki skattframtali eða ert á virðisaukaskattskrá eða staðgreiðsluskrá, launagreiðandaskrá og þú sinnir ekki þeim skildum að skila, hvort sem er framtali eða þessum skýrslum sem ber að skila. Já. Og þá ber skattstjóra lögum samkvæmt að áætla á því nógu háa fjárhæð til þess að þú bregðist við. Þannig að það er ekki svo sko að þú Ég skil. Honum ber lagalega skylda að fara svo hátt að þú komist ekki hjá því að gera eitthvað í þeirra málum sko. Þannig að hugmyndir er ekki svona að reyna að giska á það hvað þú skuldir kannski. Nei. Heldur bara að vekja þig. Í raun sko. Já, okay. Bara pína þig til aðgerða sko. Og það er í raun og veru bara gott. Það virkar sko. Já. En sumir draga þetta alveg ótrúlega mikið sko. En þá er líka óbærslega gott að geta hjálpa sko. Já. Þetta er það er sáluhjálp í þessu sko. Þetta, og við erum það er líka sko við erum fyrst oftir að vita þegar konurnar verða óléttar Já, ok. Þá eru huga fæðingarólofi og Já, þannig að fólk þarf að plana. Já, algjörlega sko. En starfið er líka bara
þetta bókhaldsstarf og þessi ráðgjafinna, hún vanalega þannig að viðskiptavinnur okkar eru hjá okkur bara út æfina sko. Já, þetta svona lifetime samband. Erfitt að skiptum, eða svona í hugum fólks, erfitt að skiptum. Já, og það líka, við erum að höndla bara með alegu fólks. Við erum að gefa ráðgjöfum fasteignankaup og við erum beður bara þessar viðkvæmustu hluti sem þú ert með og jafn mikið og hver einasti starfsmaður minn hefur bein áhrif á bara ríkiskassan og þá hefur hann bein áhrif á veski viðskiptavinarins. Já, einmitt. Þannig að það er mikil ábyrgð fólkinni í þessu starfi sko. Og við höfum lagt mikil áherslu á þetta við starfsfólki okkar að þetta er ekki róbótavinna sko. Þú bara ábyrgðin er mjög mikil sko. Hvernig ef einhver sem er að hlusta þess hefur áhuga á að koma sér inn í þennan geira, hvað á viðkomandi að gera, hvað á hann að læra, hvað á hann að lesa? Fyrst já, akkurat sko, þetta er mjög góð spurning sko, menn halda að háskólanámið sé svona undirstaðan í þessu. Fyrst og fremst þetta reynslan sko. Já, ok. Það bara þannig sko. Já. Og það nú þannig þessu fæi að það vantar unga fólki svolítið í þetta. Já. Og það einmitt þetta græna kaskett yfirbragðið eða svona ímynd sem að endurskoðendur bókarar hafa sko. Og því miður þá hefur þetta ennþá þetta yfirbragð sko. Unga fólki er ekki alveg nógu duglega að fara í þetta sko. Nei, en það er líka á ábyrgð okkar stofana að þjálfa og koma fólkinu inn og yngja í hópnum því að ég hef nú verið mjög virkur í starfi félagsbókhaldsstofa. Já. Og meðalaldurinn þar er mjög hár og hann er ekkert að fara lækkandi sko. Ok. Þannig að þetta er áhugjefni fyrir stéttina og í raun og veru bara fyrir þjóðfélagið sko. Það vantar fólk sem er bært til að semja ársreininga. Já. Og sinna skattskilum fyrirtækja sko. Því að fyrirtækjana fer ekkert fækkandi sko. Nei, og flækjust í örugglega ekkert lækkandi heldur. Nei, í þessum heimi. Alls ekki sko. Og það er nú bara þannig, ég myndi ekki alveg sko, ég myndi ekki treysta mig til að vera einyrki í þessu fæi í dag. Já, það er þannig. Já, nei, það er sko þú ert með lögum ársreininga, þú ert með lögum bókhald og þú ert með tekjuskattslögin og virðisaukaskattslögin og mun fleiri lög. Þú þarft sko, þú getur nú ekki verið sérfræðingur í þessu öllu. Nei. Það er bara þannig. Við sérhæfum nú hvernig veit starfsmanni í einhverju. Ég skil. Við verðum að gera það því að bara harðidiskurinn í haustum okkur, hann þolir þetta ekki sko. Nei, einmitt. Og það er kannski að vera að gera 20 breytinga á þessu lögum á hverju þingi sko. Og þú mátt ekkert missa því sko. Nei. Já, þið eru síðasta víglínan, fólk þarf að geta treyst á að þið viti nákvæmlega hvernig það á að vera. Já, hvaða heimildir eru til frádráttar og svo flækir náttúrulega máli enn meira alþjóðaviðskiptin sem eru komin inn í þetta. Það þau eru alltaf að verða stærri og stærri þáttur í okkar starfi sko. Það er mikið af fyrirtækjum að taka inn erlenda verkamenn til dæmis og þá jafnvel tímabundið og hvernig ber að fara með það skattalega og fyrirtæki að sækja markað erlendis og þannig að þetta er ekki sko þetta er ekki auðvelt en þetta er rosalega mikil áskorun og þú verður að dreifa hreinlega þekkingunni sko. Þannig að ég er löngu búin að gefast upp á ákveðna faktorum sko og þá maður þarf algjörlega að setja sig við það sko og fela einhverjum öðrum og það var minnst kosti 2 til að hafa þessa þekkingu. Já. Þannig að stærðin hér skiptir máli sko. Já, það er einmitt. Getur ímyndað mér að það sé krefjandi að svona sleppa tökunum á því að vita allt einhvern veginn ef maður kannski gerði maður það aldrei í þessum bransa? Jú, fólk gerði það og trúði því að gerði það sko. Þannig þegar mamma þín stofnar þetta 1990 þá var hún bara upplettir í bókhaldi og sköttum. Já. Svo verður bara flækjast því mikið og virðisaukaskattslöggjöfin er bara hansi flókin. Hún er það og oft getur maður hreinlega bara ekkert svara. Það koma sífellt upp einhvern ný mál. Við erum með rafrænt veitt á þjónustu yfir landamæri, fólk kaupir alla þjónustu bara orðið online. Já. Streymisveitur, Airbnb, hvernig að fara með vaskinni í þessu sko.
þannig að þú veist, þetta tekur stöðum breytingum og þú veist stöðut að spyrja skattina einhverju og reyna að fá einhver svör frá þeim sko. Það er ekkert endilega auðsótt sko. Þeir sjálfur eru að glíma við sko, hvað er þú veist, getur fallið undir undanþáguna sko. Svörin liggja kannski ekki einu sinni þar ennþá. Nei, þú eru að biðja helst bindandi álit og það getur tekið einhverja mánuði og þá er komin löngu fyrir stað og þetta umhverfi er bara, þetta er rosalega fjölbreytt og þú þarft mjög vel að vera á tánum og sætta við að þú getur ekki lært allt sko. Það er bara þannig sko. Ákveðið æðrulegs í þessu. Já, algjörlega sko. Og svo er náttúrulega, ertu út með Alþingi og nokkuð kannski auðvelt að fylgjast með breytingum þar, en svo ertu með dóma og það falla dómar í yfirskattanefnd og á dómstíðunum 3. Þetta áttu líka að vera sæmilega meðvitaðar sko. Þegar þetta er auðvitað fordæmisgefandi sko. Þannig að þetta er ekkert þetta er áskorun en við þurfum unga fólki í þetta sko. Það er bara þannig og ég hef svona markvisst verið að reyna yngi upp sko. Það er tækifæri þessu fyrir fólk sem heldur betur sko. Sér þetta fyrir sig? Já, algjörlega og þú sko þú getur eitt ímynda hversu verðmætur þú verður þegar þú er búin að horfa hann í ársynninga 700 fyrirtækja. Já, þú hefur töluverða þekkingu. Þú hefur mjög mikla þekkingu og svona víðtaka yfirsýn sko. Nákvæmlega. Það er ekki spurning sko. En ef við tökum svona einföldum máluna þess og horfum svona veltum upp svona spurningum, svona praktískum spurningum fyrir fólk sem er kannski annarkvort með einhverju svona smá rekstur ef við leyfum að sletta on the side svona til hliðar einhverju eða er að stækka sinn þann rekstur sem það er í nú þegar og er að kannski hætti í vinnunni sinni til þess að fara yfir í það bara að reka eitthvað sem var bara lítið fyrirtæki og er orðið svona nógu stórt til að framfleyta fjölskyldu eða ég vil vera með einhverja starfsmenn. Hvenær er það sem að þarf svona að fara að velta fyrir sér, heyrðu, þetta er komið orðið það stórt að nú þarf ég einhver til að veita mér ráðleggingar. Þegar þú hættir í rauninni, þú veist, eða þú bara með svona takki nærtækt dæmi, bara með lítið hlaðvarp sem er að koma út og svoleiðis, á hvaða tímapunkti er þetta orðið það stórt að þú þarft aðstóð, bæði kannski veldu og líka bara í flækjustíð, það er svona kannski það sem er að horfa á. Já, þetta er rosalega góð spurning. Ég myndi allavega alltaf í upphafi fá ráðgjöf. Er ég að gera þetta rétt? Er ég að fara rétt með virðisaukaskatt? Er ég að reikna launin mín rétt? Og er ég bara í réttu formi, félagsformi? Já. Það er alveg krúsjál, þetta er bara strax í upphafi sko. Þannig að ég myndi alltaf áður en að þú ferðir ekstra, þá myndi ég ná mér í ráðgjöf og svona fá smá skólun. Og það er ekkert lamandi dýrt að tala við ráðgjafa og fá bara alls ekki, sko. Alls ekki. Þannig að það er gott að byrja. Það er nú í peningunum bara óbærslega vel varið sko. Að bara setjast niður og ég er að fara að gera þetta. Já. Hvernig á ég að gefa út reikninga? Já. Hvar, þú veist, og hversu ofta hafi ég komið með og hvernig á ég að skila vaski? Hvernig á ég að reikna laun? Ef þú flaskar þessu og veður á stað og þá einmitt sko þetta hefur margótt séð, þú veist, það gleymist að skila vaski og það gleymist að reikna sér laun og menn eru jafnvel búin að eyða peningunum og bara það gengur svo rosalega vel, það brjálega að gera, svo gleymist bara sinna þessum hluta sko, sem er bara mjög mikilvægur. Menn jafnvel gefandi út reikninga með vaski að vera með opið vasknúmer. Já, þá ertu við kemur kannski aðeins svona fyrir sveiman af því að leggja virðisaukaskatt úr kílónu, hvernig virkar það til dæmis? Já, fyrst er ákvarða er ég í vaskildri starfsemi sko og almennt gildir það að fólk er í vaskildri starfsemi. Þannig að það þarf að leggja virðisaukaskatt ofan á það sem það er að selja, hvort sem það er vara eða þjónusta. Já, það er rétt sko og þú þarft að sko vera á vaskrá til að mega innheimta vask. Já. Og ef það klúrast, jú, það er að fá afturvirka skráningu en þú getur verið að lenda þannig svolítið vöxtum sko ef þú hefur ekki skila vaski sko. Já, þú gerir þetta ekki rétt í byrjun. Já. Og samhliða því að fara á vaskrá þá þarftu að byrja að gefa upp laun sko. Já, það er þannig. Já, ok. Og þetta flaska allt margir ár. Það er bara velta og svo koma þær að áriðinu og segja, herri, getur þú samið gert fyrir með skattframkvæmd
og þá kemur í ljós að það er ekki búið að skila krónu í laun sko. og fólk jafnvel þá bara búið eða penningunum sko. Og þá er það komið í smáandræði sem það þarf að vinna sig út úr sko. Já. Og það er náttúrulega hægt að vinna sig út úr því, það er ekki bara, þeir eru ekki bara hent í fangelsi og eða eitthvað svoleiðis. Nei, og sko skatturinn má nú eiga það, þetta var volið svona grílustofnun, margir óttuðust hana mikið en það tók við fyrir allmörgum árum, Skúli Eggert. Já, mikil aðdáandi, sem að segja það, Skúli eða þú hlusta. Já, akkurat sko, hann gjörbreytti skattkerfinu sko, að svo stofunni, skattstofunni og hann sameinaði embættin og breytti stofnunni í bara mjög góða þjónustustofnun. Já, þetta ég sko, í þeim litlu samskiptum sem ég á við skattinni, ég deili þessari tilfinningu mjög mikið. Þar starfa mjög þjónustulunda allavega eins og í þeim tilvikum sem ég hef átt bara mjög þjónustulunda og hjálplegt starffólk. Já, algjörlega sko, og þetta gjörbreyttist, þetta var svona, þetta var þunglamulegt og fólk veigraði sig við að hafa samband og menn voru svona pirraðir og reiðir og hálf skömmuðu fólk sko. En þetta hefur gjörbreyst sko. Skatturinn var líka í mjög mörg ári valinn sko, besta ríkisstofnunin til að vinna fyrir. Já, hann var bara alveg stórkostlegur yfirmaður sko, og hann er nú að því eftir þessi bestu veita hann á Ríkisendurskoðun og ég hef ekki heyrt neitt annað en það bara sé allt upp á 10 sko. Nei, hann er frábær yfirmaður sko, og ég átti mörg samtöl við hann og starfsmenn embættisins. Það fór ekki til mála, hann var ofboðslega vel í þeim sko. Þannig að stemmingin hjá skattinum er orðið þannig að þau eru, eins og við segjum, ef maður svona innan gæsalappa er með allt niður sig, þá er hægt að nálgast þau og fá hjálp. Við hefum mjög góð samskipti við embættið og það er bara, ég líti á þetta sem samstarf, það er þannig og það skiptir öllu máli fyrir okkur að vera í góðum samskipti við þá. Við getum fengið, þú veist, eins og svona skráningar aftur og bak og fólk getur alveg fengið það, þú veist, og hafi klúrað þessu, þú veist, þá er hægt að fá vaskskráningan aftur og bak og þú bara skilar og gengur frá þínu og þetta er ekki, það er ekki verið að, þú veist ekki hýtur út á torgið þú gerir mistök. Sko. Nei, það er ekki einhvern veginn markmiðið að nappa mann, markmiðið er að láta þetta þjóðfélag okkar og kerfið og skattkerfið og allt þetta bara ganga. Já, akkurat, sko. Og þetta skipti öllu máli, þetta gjörbreytti líka bara viðhorfinu til embættisins sko. Þannig að hann á mikið húsgilið. Já, við getum lofum skattinn. Já. En svona hvort það sé einhver einhver punktur bara, þú veist, þegar þú ferð á stað með þinn leitarekstur og þú gerir það þá kannski á eigin kennitölu, það er ekki óalgengt, það er algengt að fólk gerir það. Hvað þýðir það að fara í rekstur á eigin kennitölu? Þetta er nefnilega sko, ég mæli endrið með að fólk byrja gjarnan þannig sko. En okkur greinir alltaf á bara eins og allar fræðinga greinir á túlkanir og annað þá sko, það er ekki allir sammála þessu. Nei. Einhverjum myndi ég bara reka í fyrirtækja því að það er hagstæðara fyrir stofuna bara hreinlega sko. En það er þannig að sko, skattprósta fyrirtækja er mjög sambærileg skattpróstum einstaklinga. Já, þegar allt er talið. Já, þegar allt talið sko. Þannig að ef þú ert ekki að fara í fjárfestingu sem að sko, það sem að peningarnir er að bara sita þá myndi ég byrja í eigin kennitölu sko. Já. Skattprósta fyrirtækja er 37,6 komið í þinn vasa. Já, þegar þú leggur saman 20% skatt á hagnafyrirtækja og 22% fjármagnstekju skatt af 80% sem eftirstanda. Já, þannig að þetta er í rauninni já, akkurat. Þá er þetta 37,6 sem er bæði á EHF og HF og SLF. Já, sem eru skammstafanir sem við komum inn í á eftir. Akkurat. Síðan sko, einstaklingsskattur er 31 eitthvað og svo háttið 38. Já, og fer upp í 46 í þriðja þrepi. Já. Þannig að á meðan að reksturinn lítill, þá keyrir hann eigin kennitölu. Það er sko ekki nema þú sért að fara í einhvern mikinn áhættu rekstur sko. Já, og hvað kallar þú lítinn rekstur? Hvað er það mikil velta á ári til? Sko 1% af milljón eða 1% stig af milljón eru 10.000 krónur. Þannig að það kostar 131.000 krónur að stofna félag EHF. Það kostar 89.500 að stofna SLF. 10.000 krónur af milljón ok, 10 milljónir í hagnað eru 100.000 krónur, þannig að þú ert ekki að þú komið með stoppkostnaðin.
í þetta prósentstig sko. Sko ef að þú ert ekki með möguleika á vaxtabótum, þú ert ekki fara að skerða á barnabætur, í raun og veru segi ég sko, ef þú ert ekki farin að verða skattlari í hátekjuskatti, haldið þið bara í þessu formi. Já, það er þannig. Þannig að það er miklu ódýrara að gera þetta upp. Já. Þetta krefst ekki sko ársreikningsgerðar, formulega ársreiknings. Framtalið er einfaldara en það er alveg sem sko frádráttarkröfur. Já, þannig að þú getur dreigið frá rekstrargjöld. Já, bara alveg sömu sko. Já, það gildir alveg sama regla frádráttarbærni kostnaðar sko. Já. Þannig að ég hef mikið verið að færa fólki og halda því bara í einkarekstri sko. Já. Það meika lítið sem sko fyrir þú veist, margir komið þú veist, hann þú veist, ég er einkaþjálfari í World Class og það er allir með EHF, hvað er þetta að gera við mig, þú veist, bara þú veist, það halda allir sko, þú veist, þetta snúist, þetta er svo mikið mál sko, að vera með einkaluti, en þetta er mikill kostnaður, það er það og það er bara mun ódýrara að keyra þetta á einkentölu og hvað þarftu til? Þú þarft í raun og veru ekki neitt til. Nei. Ef að nema að opna ásnámi sko og láta skrá þig á launagreiðandaskrá sem einstaklingur með rekstur og einkennir. Okay. Og svo kaupir ég bara í raun og veru reikningabók út í bónus sko, krónu. Þannig að þá getur að hafa rekstur sko. Og þú kemst þannig langt í rauninni bara á því. Já, þú gerir það sko. Já. Þannig að sko velta undir 10 milljónum í EHF er bara pyrrumsóun sko. Já. Og þú horfir á það sem svona kannski skurðpunktinn með þeirri hugsanlega undantekningu ef þetta er svona hliðarbúkurinn sem þú ert með og þú ert með, eða bara með það mikla tekjur að þú ert komin í rauninni þriðja skattrið sem er að teknu tilliti til eins og lífeyrisgreiðslna og svoleiðis, það er rúmlega 1 milljón á mánuði. Já, akkurat, það er það sko. Þannig að sko hagnaður úr svona rekstri það er farið með hann eins og hagnað eins og launatekjur. Já, í eigin rekstri. Í eigin rekstri, sko. Já. Og þannig að ef þú ert farin að skriða upp í hátekjuskatt eða farin að borga hátekjuskatt, sko, þá er alveg þess verið að fara að skoða hvort það borgir sig að fara í formlegt félag. Já, af því þá er það ekki rétt hjá mér, þá er rauninni borgaru lægri, þá hagnaðurinn sem að félagi skilar, þá borgaru lægri skatt af því heldur en hátekjuskatt. Já, það er rétt, sko. Þetta er spennandi. Og já, þetta er það og það, sko, því miður allt og algengt að menn sé að stofna félög utan allt og lítið í raun og veru, sko. Já. Þetta er áhugaverð ráðgjöf og svona, spennandi að heyra. Já, en það er samanskapið, þetta, sko, munurinn er svolítið fólkinni því líka, sko, að þú berð ábyrgð öllu þarna. Já. Þú ert bara að vinna með persónulega bankareiningi þinn, sko, og leggur allt undir. Já, sem er ekki til dæmis ef þú ert með EHF eða HF. Rétt. Já, þá er eldveikur á milli félagsins og þín, þannig að félagi verður alveg stórfenglega gjaldþrota, þá kemur það ekkert við þig. Já, það er rétt sko. Já. Þannig að ef þú ert að fara í lántökur til dæmis, þú ert að fara í áhætturekstur eða lántökur eða eitthvað, þá aftur á móti getur EHF eða HF hendar. Förum kannski bara svona svolítið kategórist bara af með svona skipulegum hætti yfir þessi félaga form. Það er svona það algengasta, og ég ætla bara svona þylja upp þau sem að mér dettur í hug og svo tökum við þetta fyrir. Það svona fyrsta og það algengasta sem maður horfir á er EHF sem stendur fyrir einkahlutafélag. Svo erum við með HF sem er bara hlutafélag og svo koma öll þessi S-félög. Það er SF sem er samlagsfélag, sameignarfélag. Svo er SLF sem er samlagsfélag, svo er eitthvað sem heitir samlagshlutafélag sem er SLHF. Og svo og fleira, svo er OHF og BS og eitthvað svona sem að skiptir kannski ekki máli fyrir venjulegt fólk, því það eru ríkislutir, en ef við byrjum bara á þessu sko, og það er svona, kannski svona fyrst þessi grundvallar munur á EHF og HF annars vegar og svo öllum S-félögunum hins vegar, það er eins og þú segir ábyrgðin. Já, það er ábyrgðin sko, og þetta er alveg krúsjál sko, það einstakling sem hefur með rekstur og færi sig yfir í félagaform. Já, þannig að það setjum stjórnum við það, þú getur farið hætt að vera í eigin rekstri og sagt í skattin vinsamlegast breyttu mér í einkahlutafélag, samlagsfélag, sameigna-félag eða eitthvað svoleiðis. Á hvaða tímapunkti getur þú stofnaður inn úr félag og bara ég mist formbreytti inn í eigin rekstri eða þú ert með eignir inn í honum og það getur að borga sig sko. Eða bara stofnað SLF eða EHF og byrja bara að
gera sem hlutuna þar í gegn þá er þessi megin munur að sko ábyrgð þín í EHF og HF takmarkast við hlutaféð sem þú leggur fram eða leita ertu ekki ábyrgur nema þú skrifir þá persónu undir það eða vörsluskattar sem eru það eru skattar sem að þessi frægu rimlagjöld sem að þú getur persónulega borðið ábyrgð á virðisaukaskattur, staðgreiðsla, allt sem hún dregur af og innheimtur fyrir ríkið virðisaukaskatti þú dregur staðgreiðsluna 4% lífeyrissjóð 2% mótframlagið félagsgjöldin þetta dregur af meðlag eftir að greita skatta þetta eru svo kallega vörsluskattar þannig að þú erum persónulega ábyrgur fyrir að skila þeim þannig að ef þú skilar þeim ekki þá getur eitthvað slæmt gerst þá er stóðan persónulega ábyrgur sem þú ætlar að kaupa hérna einhverja fasteignir og þetta er lántaka ekki spurning EHF sko. Því að ef að illa fer í SLF eða enga rekstri eða rekstur einkenntölu sem ég þá kalla enga rekstur þá er stóðan persónulega ábyrgur sko. og þetta bara skiptir öllu máli sko. HF er munurinn á EHF og HF það verður að vera 4 hlutar og það er herra grunnhluta fyrir 4 milljónir í stæðri 500 í EHF-inu sko, 500.000 og þau með að sko, brefin þar með að ganga kaupum og sölum án þess að þú hafi forkaupsrétt það er svolítið atriði sko. Þannig að þegar ég sel núna í Íslandsbanka HF þá þarf ég ekki að biðja alla aðra hluta að gefa mig leyfi til að selja sko. sem þú þarft í EHF okay. Þannig að sá sem á með þér EHF ef einhver á, hann á forkaupsrétt á þig og svo félagið sjálft þetta er grundvallarmunur sko. og HF er náttúrulega notað í svona fjárfestingafélögum sko. miklu meira EHF, þar getur verið eini hlutafinn, er það ekki rétt? Jú, þú getur verið eitt þar bara og eina sem þú þarft er varamann í stjórnuna það er svona eina og hann er bara hann er ábyrgðarlaus nema að þú segir þú stjórnuna þá virkjast hans okay. eða fellir frá Okay. Svo ertu með SLF-ið það er mjög vinsælt form er það ekki? Jú, að það sem að margir flaska á er að sko, þú mátt ekki taka út úr EHF-i nema laun og arð félagið má aldrei lána hlutaðanum sínum ég skil eða vensliðum aðila en eitt svoleið sko. Þannig að það þýðir ekkert að vera millifæra stöðut út úr EHF-i þetta flaska allt og margir á okay. og að því leitum til sko, hefur SLF-ið orðið vinsælt sko. þannig að það er svo sveigjanlegra menn eru sko kannski vanir einkarekstri og eru bara ráðstafa fjármunum að vild fara í EHF að því ég segi bara þetta fara áhrif á eða þú fann borga hátekjuskatt eða það ætlar að missa barnabætunar eða vaxtabætunar eða eitthvað slíkt sko orðin stór rekstur og menn millifæra bara aðvild út úr félagina því að þeir voru vanir því þegar þeir voru í eiginkennum sko. Þetta er alveg bannað þú mátt bara taka út laun og orð út úr félagi það er bara þannig og þá kemur þessi sem að mörgum reynist erfitt sko. Ég kaupi hérna hús á 100 krónur og ég selja það fyrir 1000 krónur í janúar 2021 ég má ekki taka þetta út sem arð fyrir eftir ársynningunni þessar 900 krónur hann á milli og það verður að líða sko, áramóti verður að líða og það verður að leggja fram ársynning þá má ég greiða arð þannig að þetta reynist mörgum mjög erfitt sko. En þetta máttu, ef þú gerir þetta í SLF-i þá mættir þú taka þessar 900 krónur bara út daginn eftir eða hvað? Okay. Og hvernig gerur þá hvernig gerur þá grein fyrir því gagnvart skattinum og bókhaldinu og allir svoleiðis? Þetta er fært bara sem úttekt yfir höfuðstól en á saman sko, á móti kemur að þú ber persónulega ábyrgð á því að greiða skattana þannig að ef fyrirtæki á ekki fyrir skattinum af þessu sem eru þá 37% cirka af þessu 900 þá kemur hann tilbaka og segir heyrðu Gunnar skilaðu hérna penningunum mínum og tekur húsið sko, ef þú feilar sko. Okay. Og þetta er alveg krúsilatri með einkarekstur og SLF það er að skilja þessa ábyrgð sko. Og þú nefnir sko, þú segir lögfræðingar og læknar og svona í SLF og sérfræðingar sem eru ekki með svona fjárfestinga þungan rekstur og það er nefnilega þetta sem hefur ekkert held ég allavega hef ég ekki orðið vara við að reynda á ennþá það
það er persónulega ábyrgðin sko. Já, sem þýðir segjum bara að þú sést leiðsögumaður og þú tekur hérna David Beckham bara på jökul og missar hann í sprungu og hann deyr Já, og þú ert tryggður og allt er góður sko. Þú fær bara herlagfræðinga já, frá Bandaríkjunum á þig og tryggingarnar að kofra eitthvað og það er enga veginn nóg því að þetta var nokkuð stórt nafn sko. Þá sko má ganga á félagið já, og svo bara gengið á þig og þetta er ekki sko. já, Það er sama ef þú ert lítalæknir og þú ert að gera sundaðagerð og þú gleymir hnífnum minni já, spínuvesen en þetta vísast hefur gerst já, þá er bara að fara í mál já, og þá er húsið þitt farið sko. Mögulega ef að tryggingan kofar ekki sko. og það hefur ekki reynt á þetta að þú, að Nei, ekki sem að ég veit sko. Nei, en þetta er ansið mikið aðrið sko. Og þessu leitinu til segir sko, ef að reksturðin er þú veist, áhættu samur þá þarftu kannski að passa á SLF sko. En þarna bara hérna fyrir í stúdíónum en þarna hljómar eins og þú sérst svona komin einmitt í þú þurfur að passa það þessu þetta sé orðið svona, kannski ekki fjárfesting en svona skuldbinding sem að getur farið úr böndunum. Hún getur það Já. Þetta er, ég hef svona reynd að vara við þessu sko, að hvers eðlis er starfsemin sko. Já. Þú getur fengið eitthvað í bakið sko. Já. Þú veldur einhverjum viðskiptavinum tjóni gætur orðið persónulega ábyrgur sko, og er tilbúin að taka það áhættu eða bara að vera í EHF-inu. Þannig að það er þá frekar bara eitthvað eins og hérna ráðgjöf í almannatengslum eða hlaðvarpstáttagerð sem að hentar í fyrir SLF. Það sem er svona frekar ólíklegt að einhver fari í mál við þig út af einhverju sem gerir. Akkurat sko. Það er rétt sko. En lögfræðingar, læknar og leiðsögumenn eru í SLF-um, eru á eiginkendur líka. En fólk þarf svolítið að vera meðvitað þessa áhættu sem að svona þessa duldu áhættu sem gæti komið sko. Já, þannig að þetta er ekki það að geta svona tekið út úr þessu félagi og svoleiðis, það er ekki fengið ókeypis, þú fórnar einhverju fyrir það. Já, það er nefnilega akkurat máli sko, það er ekkert ókeypis í þessu sko. Já. Þú getur, en já, þetta getur bara sprungið alltaf sko. SLF eru þannig að það er ótakmarkuð ábyrgð á einn eiganda, er það ekki rétt meir? Þannig að og þeir verða að vera tveir. Það verða að vera tveir. Og mig ekki vera, þetta má ekki vera maki. Nei. Það er að segja giftur maki. Nei. Sambúða fólk er í lagi og ábyrgð hins takmarkast við einhverja tiltekna upphæð sem að sett er fram í stofnsamningi. Já, en þá kemur sko spurningin með þess að takmarkuð og ótakmarkuð ábyrgð. Geturðu látið ótakmarkuð ábyrgðina hvíla á einkahlutafélagi? Já, þú getur það sko. Og þá ertu kannski komin í kringum menn heldur þetta sko. Menn heldur þetta, já, ok. 2011 cirka þá hérna, eftir efnahagshrunið þá var sett mjög skrítið regla þar sem að hvernig var þetta að ef þú greitur út arð umfram eitthvað tiltekið 50% af eigið fyrir ég mann ekki alveg þá skildi það skattlagt sem launatekjur. Það var eitthvað sem að Er þetta reiknað endurgjald? Nei. Nei, þetta er ekki það? Nei. Nei. Og það þýddi að mjög margir fóru úr einkahlutafélögum yfir í samlagsfélög til þess að geta áfram tekið út og áfram fjárfest í landinu sko. Þetta var mjög vonda erfið regla sko. Já, og menn heldur þá að þeir getur komist fram hjá þessar reglu með því að sko það ljóst fyrir að einkahlutafélagformið var að mörgu leyti ónýtt bara vegna þess að það var ekkert að taka peningan út úr því. Já. Og peningan sátu fastir því menn vildi ekki borga launaskatt til viðbótar ofan á sín venjulegu laun af hluta af þessum arðgreiðslum. Menn fóru þá í SLF og töldu að þeir getur lúpað þetta svona að setja einkahlutafélagi ábyrgð sko. En það er náttúrulega þannig að ef einkahlutafélagi er í eigu sama aðila og er meðeigandinn í SLF-inu þá er þetta einn og saman maður. Ég skil. Og þetta hafði svolítið áhrif á þau félög sem að reyndu þetta að sko þá var sko ef að þú ert SLF og meðeigandinn fellur frá eða hættir í félaginu þá verður 6 mánuði sko til þess að finna nýjan. Ellegar missuru sko sjálfstæðu skatt aðildina þína. Já, einmitt. Og það þýddi það að þessi félög þau sko það var litið svo á þetta var einn og saman maðurinn og það voru liðin kannski 6 mánuði frá að félagið hafi verið stofnað og
það þýtti bara að þau voru skattlöð með allar sína tekjur beint á laun þegar sko. Þau mistu hérna Já, þess sem kallaði sko sjálfstæð skattaðir. já, einmitt. Þannig að þau hættu að vera í augum skattsins svona lögpersóna Já, þau voru lögpersóna sko. Já, en ekki skattaðili. Nei, þau voru ekki skattaðili þessu litin til og þetta var bara einn og svona maðurinn sem ætti þetta og þar leiðandi uppfylltur ekki þessar reglur tekið af þeir og það er ekkert öndú á því. Já, ok. Þú fyrir fyrir ekki tilbaka. Nei, það er ekkert, þú getur ekki tekið þetta tilbaka sko. Ok, Og þá bara voru alla tekjur félagsins skatlaðar sem launatekjur á eigandann sko. Þannig að þetta fór illa fyrir þess að reyndu þetta þannig sko. að menn hættu þessu. Já, Já, þetta var bara undir ofan af þessu sko. já, ok. Þannig að þú veist, menn reyna þetta alltaf. Já, Það er alltaf verið að reyna að finna glufurnar sko. já, En rökin, þú veist, þau halda ekki þegar út með einn og saman mannin begge megin borðið. nei, akkurat. Þannig að þetta var reynt sko. Komist fyrir þetta. Já, svo ertu með SF Já, svo komum við að því já, munurinn á því að SLF er að hérna það vera tveir eða fleiri eigendur en þarna ber allir ábyrgð. akkurat. Já, og það er svona kannski bara aðalmunurinn Já. á þessum tveimur. En þá er Þetta form er eiginlega hverfa sko. það ekki? Jú, Já, það er svolítið þannig sko. enda það hafður hansi ljótt máli í þessu sko. Það sem að bara einn missir hausinn og lætur sig hverfa já, ég skil. og hinn ber ábyrgð öllu sko. Já, og hinn lætur ekkert ná þessu sko. nei, bara horfið. já. Þannig að fara varlega í þetta. Já, SF-ið er, þú stofnar það með einhverjum sem að þú treystir fullkomlega. Já. En svo er SLHF. Já, það er þessi samlags hlutafélag Já. og þar sko þá ertu að koma með hlutafélagformið í samlags formið og þetta er rosalega lítið notað sko. Já, ok. Þannig Og kannski að- varla en þessi þarna þeirra- ganga getur sko selt hluti ég skil þig. en þetta er mjög lítið notað þetta Er einhver svona not fyrir þetta, einhver sérstök? Er þetta fyrir einhver ákveðna hópa? Eða? nei og ég man eftir þessi félögum sem einmitt ósjálfstæðum þá var þetta sko afkoman skattlaugnir á eigandunar en þetta er mjög lítið notað þetta aðeins í fjárfestingafélögum Já, nokkur sjóðir sem er svona já, ok. en mjög lítið notað sko. Og ekkert fyrir svona kannski venjulegt fólk að pæli þannig séð. Nei, ekki utanum aukastarfsemina sína Einmitt. eða svoleiðis sko. Einmitt. Nei, Einmitt. Ok, þá erum við svona búin að taka ágættis yfirferði yfir þessi helstu félagaform og hvernig þau virka og hvað ber að varast. já, nákvæmlega og byrja í eiginkennitölu Já, og svo trappaði upp eftir því hvað þú þarft. Já, þau eru svona farin að hafa þetta fara að hafa áhrif á skattbrósna þegar það farin að skrifa upp í hátekjuskatt Já, sko. einmitt. Getur farið úr EHF yfir í HF? Hvernig er það? Er það opið? Manstu það? Já, mér minnir að það sé hægt en ekki öfugt sko. Já, en ekki öfugt. Þú getur ekki farið úr SLF yfir í EHF Nei. og ekki öfugt. Já. Þú getur farið úr einkafirma upp í EHF Já. en þetta er tiltölulega sjaldan notað. Já, ok. Já. Ok. Og ég held að SF yfir í SLF sé ekki möguleiki. Nei. Þetta er snýst svolítið sko, ert að rýra rétt gröfa á hana sko. Já, ég skil. Þannig mátt ekki fikta þar. Já, þannig ef einhver félagi skuldar einhverjum peninga þá getur ekki breytt bara Já, hann á því þeirri trú að getur sótt þetta bara á Já, persónuna því skil ég. og þá ég held að það sé að loka á flesta þessu sko. Já, ok, þetta er búið að vera mjög gagli yfirferði yfir þetta en þá svona pælingar eins og konsepti launatengt gjöld. Já. Þetta er eitthvað sem að aftur, þeir sem hafa ekki komið að rekstri eru kannski ekki með í kollinum hver mánaðamót en að þegar þeir eru borgur laun þá sér þú þú veist, launin þín og svo svona alls konar frádráttaliði, lífeyrissjóð og þú veist, mötuneyti og eitthvað þannig dæmi en svo er slatti af penningu sem launagreiðandinn borgar sem þú í rauninni sérð aldrei og það eru þessu launatengdu gjöld. Þetta er eitthvað sem fólk þarf að hafa í huga þegar það fer út í rekstur eða ekki? Já, heldur betur sko. og ekki sérstaklega sko þegar verið er kannski að reyna að snúa þér úr launþega yfir í verktaka og þá velta með fyrir sér sko hversu mörgu prósentstegum skildi munna. Ég hef séð fyrirtæki sko bæta einungis tryggingagjaldið núna og það er ansi brútal sko. Já. Sko þessi tala er að minnsta kosti 50%. Þannig að
þannig að ef að ég borga þér 1000 krónur sem launamanni launþega og ég ræði síðan sem verktaka þá ættir þú að gera kröfu að þau eru það minnstu kosti 1500 krónur. Já. Það er þannig sko. Þetta er það mikið? Já. Vá. Þetta er svo það er svo margt í þessu sko. Já. Það er sko 11,5% mótframlag í lífeyrissjóð. Já. Það er 2% 1-2 þarna það eru 2 í viðbótar séreigna í mótframlag. Svo eru sko sjóðagjöldin eins og kallað þau eru misjöfn og allt upp í að mistkvæst 2% cirka. Það eru þá sjúkrasjóður, þú veist með orlofsheimilasjóð, endurmenntunarsjóð, endurhæfingasjóð, virk og svo heita enn meira alls konar nöfnum. Ok, þetta voru ekkert rosalega háa tölur. Svo ertu með tryggingagjald sem sem sagt launin pluss mótframlag og þetta eru 7%. Þetta er ekki 6,35 því að þú bætir mótframlagi núna. Já, einmitt. Þannig að þú ert með rauninni með 111,5% sinnum 6,35% núna. Og þá erum við fann að skriða upp einhver hátt í 30%. Þá erum við ekki fann að ræða sko tryggingar sem að slysatryggingar og annað sem að launagreiðandinn með ábyrgðartryggingar og sumafrí. Það er svo akkurat stóri faktorinn á bakgrunn. Það er veikindarétturinn og sumafrí. Og þetta er ekki línulega tala sko. Þetta eykst sko náttúrulega sumafrí er nokkuð skýrt. Veikindaréttur getur verið mjög sveigjanlegur sko og breytilegur og það fer eftir hversu alvarlega veikindin eru og það er sem að segja að þetta er að minnst 50. Þetta er ekki first process sko. Nei, það fer eftir myndu veikast. Bara farið krabbamein. Þetta er út í 4-6 mánuði. Þannig að þetta er að minnst 50% þessi tala sko. Og þetta er bara mörgum launagreiðendum ansi íþyngjandi þessa tölu sko. Það bara 11,5% í mótframlagi lífeyrissjóði er mikið sko. Þannig að þetta er eitthvað sem að það mjög að hafa í huga. Já, fólk má ekki glemma þessu og alls ekki vera að ráða sig á einhverja verktakasamninga sko, sem að eru mjög nærri launaprófstöðin sko, eða svo launatölniðin. Þau þurfa að vera 50% núna sko, til þess að þetta make sense. Og þá ertu ekki farin að tala sko, skattframkvæmdina í þessu sko, því að það var alveg ansi langt síðan að svo rassi var tekin sko, þú varst álítinn gerðurverstaki sko. Já, ok. Einhver samdi við launþegann sinn að breyta sér í verktaka svo hann getur nú dreigja eitthvað frá alltaf að vera aldrei smart sko. Taka bílinn og utanlandsferðina og ritföng barnanna í skólan og svona, draga þetta allt frá sko, og Apple TV-ið heima og en þá er það bara þannig að þú ert verktaki og þú ert bara með einn verkkaupa. Þá var það minnst þannig að þeir tóku starfsmenn RÚV fyrir allmörgum árum. Þá varstu bara gerðverktaki sko. Allur frádráttur tekin af þér annað en þessi launatindugjöld sem þú hefði þó greitt ef þú hafði greitt þau og þetta var bara skattlagt sem laun sko. Þannig að þetta er eitthvað sem fólk þarf að vara sig mjög á. Já, ekki allavega láta nappast í svona gerðverktöku sko. Og ekki vera að fara í verktöku sko, til þess að halda það að þú getur dreigið svona miklu meira frá sko. Ekki láta tala sig inn í eitthvað svoleiðis. Nei, ekki þannig sko. Ef þú vorst að vinna fyrir nokkra aðila, já, mögulega sko. Þá gengur það. Já. Og ef þetta er eitthvað svona aukalega til hliðar við reglulegu vinnuna þína, þá er enginn að fara að saka þig þetta. Nei, algjörlega sko. Og svo kemur að þessu eilífa þrætuefli sko. Hvað átt að reikna þér í laun? Og af hvaða tölu átt að reikna? Hér brenna sig mjög margir sko. Hvernig þá? Sko, lögin segja að þú eigir að reikna þér sömu laun og þú fengir ef þú er að vinna fyrir ótengdan aðila. Bara, og þú ert í fullri vinnu einhvers staðar og ert með auka vinnu og menn velta fyrir sér, ok, hvað er ég að reikna há laun? Þú veist, eða fyrsta leið á ég að reikna laun? Já, þú verður að gera það sko. Og þá er spurningin, þú veist, hversu há laun að ég reikna með og menn hafa reynt að komast upp með ótrúlega lága tölu sko. Og eru þá að borga bara
allt og lágt við erum verið til samfélagsins í skatta og í tryggingagjald og þessi tendens sko hann hefur verið bara, þetta hefur verið svolítið viðvarandi vandamál sko af því þetta getur bitið þér hressilega í rassinn sko að þú safnar ekki sömu lífeyrisréttindum í fyrsta lagi sko og síðan sko eru menn kannski ekki að borga í sjúkrasjóði svo veikast menn svo á að fara að kaupa hús og þá þarf að standa greiðslumat og svo verðið þið ólétt og þá er fæðingarorlof og þú ert alltaf að reikna en einhver lúsa laun og sem allt þetta miðar við það er bara hver eru mánaðarlaunin og þú veist menn hafa bara verið aðeins gróður í þessu kannski verið að velta 2 miljónum mánuð og reikna sér 200.000 laun og svo bara gerist eitthvað í lífinu og þetta gleymist sko, þú verður að samla lífur þessu það er bara þannig og þú verður að passa að þú hafi réttindi ef eitthvað kemur upp á þetta ég er ekki vissum að allir sem nálgast þetta svona gerir sig grein fyrir því hvað er að gera, hvað þetta varðar Nei, þetta er því miður sko þá bara, þetta er allt á algengt sko og verktakar kannski er að kaupa sér þú veist fasteign og standast enga veginn greiðslumat sko Passa sig á þessu? Já, hafa launin sambærlega því og þú færð fingri á ótindum aðra sko. Annars ætti þetta ekki að vera mega sens sko. Akkurat. Það er líka sko, skatturinn hefur hann á mjög vel með og fólk gleymir þessu sko. Þetta berst allt rafrænt til skattsins og þú spyrir bara tölvuna hann er í skatti sko. Bara prenta út alla fyrir mig sem að segjum bara launin eru 10% veldu og kemur bara kenturlisti og það er ekkert mála fyrir skattina að vinna þessi mál þetta eru bara allt á laun við veldu Þannig þeir getur bara farið í þennan lista og spurt bara, heyrðu, hér er eitthvað skrítið í gangi. Já. Sumt getur átt rétt á sér, ég meina það er ekki mikið vinnuframlag fólki í því að eiga 20 fasteignir og vera með gríðarlega leigutekjur. Nei, einmitt. Þannig að þú veist, sumt getur alveg verið eðlilegt, það séu lág laun, sko. Í hlutfalli við veltu. Í hlutfalli við veltu, sko. Já. En, þú veist, þú með podcast þátt, sko, þetta krefst vinnu og þetta er ekki flókið að finna út úr þessu, sko, þú ættir að vera hérna herri laun. Akkurat. Ef þeir þú veist, fara ón í það, sko. Akkurat. Þessi mál tapast, sko. Já. Það er ekkert, þú átt enga málsbætur eða getur ekki varna, sko. Það er engin, sko, það er engin að fara að sætta sig við það að vinna fyrir 200.000 á Íslandi í fullir vinnu, sko. Nei, nákvæmlega, það er ekki mögulegt. Nei. Lágmarkslaun eru bara hærri en það. Það er bara þannig, sko. Þannig að hérna, þá segir maður, já, ég er nú bara hérna einhverju prófstu hlutvalli og þú veist, það er löngu búið að gera það fyrir þetta. Þannig að þeir sjá náttúrulega bara hvað þú seldur út á tímum sem smiður, sko, eða pípari, sko. Og hérna, þannig að menn er alltaf svona að reyna að dansa á þessari línu en gleyma þessu að þeir eru svolítið að sko skapa hættu ef eitthvað kemur upp á og auðvitað ellilífurinn, sko. Já, hann skapast ekki með þessum mótum. Þú þarft að spara sjálfur eða sjálf fyrir því. Já. Og það er nú tilhengin er nú ekki alveg á Íslandi kannski hjá Íslandingum að spara sjálfur, sko. Nei, einmitt. Þannig að það er að mörgu að huga við þetta. Já, þess vegna er mjög mikilvægt ef þú ert að fara í rekstur að setjast sinni með ráðgjafa og það er nóg að þeim, sko. Setjast niður og fara yfir málin í upphafi, sko. Hvað á ég reikna með laun? Í hvað form á ég vera? Er ég vaskskyldur? Talandi um vaskskyldu, virðisaukaskattur eins og við komum hérna inn á aðan, hann leggst hann og ná meirinn hlutan og drjúan hluta allar vörur og þjónustu sem er seld á Íslandi. Já. En það eru, og sem eru þá, þetta er 24% af lang flestu, er það ekki, og hvað er þetta ekki, 11% af sumu, cirka. Já. En það er jafnvel þótt að þú sért í starfsemi sem er virðisaukaskattskyld, ef hún er undir ákveðinni veltu, þá ertu ekki virðisaukaskattsskyldur, er það ekki? Sko, þú mátt sleppa innundan vask að 2 milljónum í vaskskyldur veltu. Ef að þú sér fram á það að þetta verður bara það á tilteknu ári. Já. Þannig að sko
það er ekki að þú átt sko, heldur mátt þannig að margir einmitt byrja bara og ég hvet marga til að byrja sko, að byrja starfsemina nema og þú sést að fara fjárfestingu upp að sem að þú getur innskattað kostnaði við þannig að það innskatta það er það að ná í vaskinn tilbaka af aðfengunum sem þú þarf til þess að því þú borgar virðisaukaskatt af því sem að þú kaupir til einhvers annars þá meikar ekki sens sko, að sleppa því að skrá sig að vaskrá til að spara sem er ekki spartnaður í neinu tilfelli vanalega sko. Það er þannig við nútum en podcast-þáttinn áfram að þú ert kannski að senda reikninga fyrir styrkjum eða auðlýsingum með virðisaukaskatti til fyrirtækjana sem að að styrkja þáttinn og þeir geta innskatta þetta þannig að það er engin hagur að því að sleppa vaskinum sko. Nei, hvorki fyrir þig niður þau Akkurat en munurinn er fólkinu því að þú getur innskatta aðfengin við þáttinn grunnuppsettingun og annað þannig að í flestir fylgum bara borgar sem fara beint á skrána og því fylgja ekki meiri flækjur en svo að með skil og allt þannig að það borgi sig þá samt sem áður að fara Nei, og í raun og veru sko ef þetta stefnir í eitthvað að það var eins og læra þetta strax akkurat þannig að það er í raun og veru bara þessi alíslenska frestun sko skattfrestun sko sem er skammarlega algeng útrúlega algeng sko en ég mæli með að bara fara beint í þetta og þetta munur ekki gott að læra þetta líka halda vaskinum frá til dæmis bara setja til hliðar og annar reikning og getur verið mjög sniðugt sko fyrir fólk sem er að byrja til að passa upp á þetta og virðisaukaskatti er skilað það er ekki árlega sem það er gert hún skilað að taka mánuða fresti sko nema að ef þú ert undir 4 milljónum ári þá getur þú skilað einu sinni ári það er náttúrulega líka hættulegt þú þarfst að passa að halda þess til hliðar sko það er mikilvægt sko en taka mánuða skilin eru bara normið sko einmitt maður heyrir einmitt þetta að passa upp á hlutina, maður heyrir af því að fólk sem er í þess svona rekstri til dæmis í SLF að það gerir þetta ekki og passa ekki upp á þessa peninga heldur bara í rauninni takið út og eyði þessu og sé það bara í vandræðum árið eftir er þetta algengt? Já, ótrúlega sko og í raun og veru en algengari EHF-um sko þar sem þú er bara að slára á hjá félaginu sem er ólulegt sko og það er bara það er í raun og veru alltaf algengt sko hann sko verður að hafa það í huga að 37,6% skatturinn leggst til dæmis ef þú startar SLF núna í janúar 2021 og þú byrjir til fullt af peningum skatturinn er lagður á í nóvember og desember 2002 það er 2 ára síðan sko það bleið 2 ára síðan og þú færði enga raukanir neitt fyrir sko þannig að þú þarfst að vera með þetta algjörlega á tæru já og ég kannski þú kannski kemur til minn á síðustu dögunum í september og ég hef til 1. október til að skila þá kemur bara skellur sko og þannig að svona það er mikilvægt að hafa meðvitund það að svona sirka hvað ég er að búa til að peningum og geima þessi 30%, 37,6% af því af hagnaðanum sko, ekki af veldunum Nei, af hagnaðanum, já hafa svona tilfinningu fyrir því sko og hagnaður svona launin sem þú borgar til dæmis þau telja á móti sem kostnaður þau flokkast ekki sem hagnaður heldur það er rétt og allt sem þú kaupir nema þú ert að kaupa einhverja svona það sem heitir fasta fjármunir eða ekki, að fyrirtæki til dæmis kaupi bíl þá hvernig horfir það við? Þá sem sagt afskrifar hann 10-20% ári ef þetta er sendið bifreið eða ekki þá mátti afskrifa 35% alltaf og þá færist þessi afskrift sem kostnaður árlega sko þannig að þú færið ekki allan kostnaðin við bílinn sko inn í bækurnar á kaupárunni Nei, einmitt ekki nema eyðileggja hann sko. Nei, og segjum að þú kaupir bíl hérna fyrir 1 milljón eða 2 milljónir eða eitthvað svoleiðis 1 milljón því það er þægileg tala að þó svo að 1 milljón peningar fari út úr fyrirtækinu þá komu 1 milljón innan gæsalappa peningar að verðmætum inn í fyrirtækið á móti og það myndi þá teljast sem hagnaður í lok ársins eða ekki í rauninni
mínus afskriftir mínus 200.000 sem þú afskrifar þannig að þú þarft að borga 37,6% af 800.000 sem eftir þannig að þetta er líka hvað sem fólk þarf að passa það ber alltaf sama brunni fólk þarf að ræða við einhvern sem kann þessi mál ef þetta er orðið flóknara heldur en eitthvað mjög basic. Já, algjörlega og þú veist, vera meðvitað þetta því að þetta er, þú veist, það er ábyrgðar hluti að vera með fyrirtæki og það er ábyrgðar hluti við líka reynda að útskýra þetta fyrir fólki sem kemur og er búið að reikna sér allt á láglaun eða búið að standa illa skil á skattum eða annað, þú veist, þetta er ábyrgðar hluti fyrir fjölskylduna líka. Já. Að þú ert pípari og tekur 2 milljónir á mánuði og ég hef ekkert á móti pípari eins og alveg reyna Nei, þú veit, iðnaðarmaður og tekur 2 milljónir á mánuði veltu og þú reiknaði 200.000 laun og þú ert bara út á golfvelli og dettinu auðvitað öður og ég meina það verður vissulega ekki þitt vandamál en þegar kemur að skoða hvað réttindi þú hafðir og þá bara setur kannski fjölskyldan eftir bara í vondum málum þannig að þetta er ábyrgðar hluti að reka fyrirtæki og reyna að gera hlutina rétt þú veist eða þú lamast eða eitthvað það bara fer allt í klessu þú er kannski ekki að borga sjúkrasjóð og lífeyrisréttindin eru engin þannig að það að gera ráð fyrir því allt gangi alltaf vel er ekki gáfulegt í þessu. Þetta reddast en það er bara grafalvarlegt mál ef að þú passast þetta ekki sérstaklega þú með kannski konu og börn eða maka og börn. Eru þetta svona algengustu og alvarlegustu eða alvarlegustu skulum við segja mistökin sem fólk gerir í rekstri með þetta? Já, það er þetta að þú ert með félag, þetta er lögpersóna, þetta er ekki þínir peningar og þú einmitt þetta var reynir sér oflálaun, ég myndi segja að þetta var lang algengustu mistökin fólk lærir alveg að skila vaskinum eða lærir að koma til okkar og skila vaskinum og þú veist það eru þessi atriði það skiptir miklu máli og það er líka það má ekki heldur líta á vinnu okkar bókara og ykkursaðila og endurskoðanda sem einhverja við erum ekki að vinna fyrir skattkerfið þetta er ekki róbot að vinna við erum ekki að framlega plastbókar fyrir plastbænd með fullur vinningu fyrir plastbænd sem er til við erum það þarf að vera gagn í því sem við erum að gera og einmitt þessi ráðgjöf að láta ekki óreitt ef við sjáum svona hluti í bókunum heldur varakúnan við að hann sé að dansa á ekki bara línunni, hann er eiginlega farin yfir þetta er svona forvirk sáluhjálp að koma í veg fyrir að fólk lendi já, algjörlega og þú veist líka bara gera fólk grein fyrir, við erum oft með persónuframtölun og við erum jafnvel með fóreldræna í viðskiptum annað og þú veist, þú ert að taka áhættu með fjölskyldræna og þetta er hluti af þessari þjónustu og það er líka þessi leitin til þetta er ekki róbot að vinna við erum alltaf að takast á einhverja svona áskoranir og þetta er mjög skemmtileg vinna þetta er það að geta hjálpa fólki út á bara réttu breytinu og geta gert þetta rétt Akkurat. En ráðgjöfun er líka alltaf meiri og meiri faktor í þessu hjá okkur að hitta fólk og fara yfir og það er auðvitað ekki bara þessi það eru samruna fyrirtækja og mennur að kaupa fyrirtækja á að selja þetta eða þessa einingu út þannig að þetta er virkilega skemmtilegt og svona gefandi starf alveg ónýtarlega þó maður þurfa að skammast það fylgir svona tvennt áður en við sláum botnin í þetta það er svona fyrst fyrir að maður heyrir gjarnan hugtækinu kennitöluflagg fleygt fram í umræðu og svona skilningur leikmanns af því er að einhver fyrir einhvern rekstur setur hann svona viljandi eða óviljandi bara í þrot og byrjar bara nánast sama rekstur á sömu kennitölu er þetta ekki svona kjarnar þetta ágætlega, er það ekki? Þetta er alveg rétt hvernig virkar þetta? Hvernig er bara hægt að komast upp með svona hluti og hvað getur við kannski gert til að koma í veg fyrir það? Þetta er ekki gott fyrir neitt, ekki tímynda mér nema akkurat þann sem gerir þetta
Já, nákvæmlega, og því miður þá er þetta eiginlega bara gott fyrir hann sem að gera þetta sko. Þetta allt of algengt sko. Ég ljósi þess að þú getur stofnað einhver hlutafélag og eina ábyrðin er þessi $500,000 sem þú setur inn í hlutafélag. Já, sem þú jafnvel setur ekki einu sinni inn í félagið sko. Nei, af því þú getur bara sagst hafa gert það og sett tölvur eða bíla eða hvernig. Já, nákvæmlega sko. Og hérna sko, það er nú þannig í lögum einhver hlutafélag núna, þetta getur orðið breyting á því fljótlega. Það þurfa svo kallega skoðanamenn, endurskoðendur eða lögfræðingar að staðfesta að stofnféð hafi verið lagt fram. Já. Nú, í fyrsta lagi þá náttúrulega ekki komið kenntalafélag, þannig að það er ekki til bankareikningur. Þannig að það er svolítið erfitt. Þannig að menn þurfa þá að koma að sína með 500.000 skallin í peningum sko, sem er bara skrítið. Það gangir með 500.000 í peningum sko. Þannig að þetta er algjörlega gagnslaust og bara úrælt hugtak sko. Þannig að þetta er merkingarlaust í raun. Það er algjörlega merkingarlaust sko. Þannig að þarna er ábyrðin bara raun og veru engin að þú hefur ekkert lagt fram. Svo bara hafa margir dómar fallið í svona málum og verið sýnt fram á það með skattrannsóknum. Menn veigra sér ekkert við það bara skil ekki skattinum sko. Hvorki tekjuskattinum, virðisaukaskatti, staðgreiðslulaunum eða hérna bara varla nokkrum sköpuðum hlut sko. Svo bara gengur þetta kannski ár þá til að við raun og veru skast á vaknar. Þetta fyrir að flagga einhverju rauðu sko. Og þá ertu bara tilbúið með nýja kennitölu sko. Já. Það er ekkert sko, bankarnir hafa verið með svona kerfi sko að þú, ef þú hefur sett félögið þrótt held ég að þetta sé fyrir eitthvað eitt sko, þá eigir ekki að geta verið í stjórn sko. Nei. En þá bara setur einhvern annan í stjórn sko. Þannig að menn fara bara í kringum þetta. Já. Þetta er eilíft vesen sko. Og það er nú bara þannig, þú veist, ef þú ætlar að svindla á þá finnur þú svo leiðilega sko. Já. En þetta er eilíft vesen sko. Og ekkert svona, engin svona patentlaust til að koma mjög fyrir þetta? Nei. Í raun og veru ekki á meðan þú getur sett í raun og veru hvert sem er í stjórn sko. Þú veist, ameríska kerfið eins og er í hérna svona hegningalega brotum það sko með 3 strike sko, þá ertu bara komin í lífstíðarfangelsi. Menn hafa velt þessu fyrir sér sko, hvort þú megir stofna ef þú kemur inn í 3. félagið sko, eða það fyrir þrótt sko, þá bara kennitalaðin ónýtt gagnvart fyrirtækjarekstri. Svo stenst það kannski ekki stjórnarskráin eins að þú hefur hérna, þú veist, starfsfrelsi eða atvinnufrelsi sko. Og svo er þetta líka bara fyrirtæki fara á hausinn. Akkurat sko. Bara vegna rekstrarörðuleika eða aðstæðna í þjóðfélaginu startup er hvað 10% sem að virka sko, í slíkum félögum sko, þannig að þá ertu búin að svipta þann sko, mögulega þú mátt búa til 2 startup sko, þannig að þá ertu nú heldur betur búin að taka út marga hérna frumkvöðla sko. Þannig að nei, það er engin góð reist þessu sko. Ekki, það er alltaf ekki búið að koma með hann sko. Því miður en það er náttúrulega helst bara að meiri peninga í skattaeftirlit. Já, fylgjast betur með. Já, bara svona þú veist, skatturinn hefur verið að fylgjast og hefur gert það mjög vel þegar hafa lagt áherslu á að skoða nýjustu kennitalunar og bara hjálpa þeim af stað. Já, og það er einmitt svona forvirkt skattaeftirlit. Ég er mjög hlindið því og þú veist, það var bara fyrsta skýrsla skoðu, ef það er ekki komið skýrsla þá bara er skýrslan sótt. Já, einmitt. Já. Þá til að hún kemur sko og bankaði upp á sko. Og ég held að það sé langsterkasta skattaeftirliti sko. Já. Ekki spurning sko. En ef það væri eitthvað sem þú mættir breyta í skattalögum eins og stendur, hvað svona dettur í hug? Hvað væri, og þá er ekki að hugsa sko, þú veist, bara lækka tekjuskatt eða hækka tekjuskatt eða eitthvað svoleiðis, heldur svona hvað í þínum huga myndi gera kerfið betra, skilvirkara eða hérna notendavænna og hjálpa okkur? Eitthvað svona sem þú rekst á það sem þú klóraðir í haustum og hugsaðir af hverju er þetta gert svona? Já, akkurat sko. Það er nú búið að sníða marga agnú af sko. Já, það er góð. Ómetanlega sko. Það er hérna vissulega held ég að myndi nú hjálpa samt sem áður að lækka skatta óneitanlega og þá jafnvel fjármagnstekjuskatturinn hann fór nú úr 2022, hann var nú á tímabili 10 svo hvað 15 það er nú svona meira þjóðfélagslegt mál sko en ég sko
ég er mjög hlynntur aðgerðum stjórnvalda í þessum COVID-málum og ég myndi vilja klárlega halda áfram með allir vinna framtakið. Já, einmitt. Og halda áfram 100% endurgreiðslunni. Það þurrkar svolítið út svörtu viðskiptin, sko. Já, ég skil þig. Það kemur svo fram í dagsljósið. Já. Því að sko, ef þú ætlar að fara að vinna svart núna þá hefur það ekkert upp á sig, sko. Það bara kemur út á sama, sko. Þannig þá eru þið menn að fara að skipta ávinnunum að því að sleppa reiknunum í tekjuskatti, sko. Já, akkurat. Þá þurfa að skipta 37% á milli sín, sko. Þannig að ég myndi halda því kerfi áfram, bara ekki spurning, sko. En það er búið að sníða rosalega margt af í þessu. Já, þannig að þetta er orðið miklu, kerfið er að verða betra. Já, en kannski, þú veist, taka vatnslöggjöfina svolítið í gegn, hún er á útbóðslega flókin. Já, óþörflega flókin. Já, hún er óþörlega flókin og þetta, maður er heyrt umræður eitt tekjustig, sko. Eitt virðisaukaskattsþrep. Já, bara, þú veist, það myndi þetta hjálpa mjög mikið, sko. Og þá kannski á allt, að því í dag er töluvert sem er ekki. Já. Akkurat, sko. Það myndi líka einfalda málið alveg gríðalega. Sko. Þannig að það væri aldrei spurning hérna, er ég virðisaukaskattsskyldur eða ekki, heldur bara, og í hvað skattþrepi þá væri það bara allir, alltaf. Já, í raun, sko. Þú veist, það myndi auðvitað hjálpa mjög mikið, sko, en alltaf þó það væri ekki nema eitt þrep, sko, að það myndi einfalda málið mikið, þetta er mikið flækistæði á þessu, sko. Síðan er náttúrulega lögum bókhald, sko, en ég siti í starfshópi eða samráðshópi í því, sko, þannig að við erum að endursemja þau lög, en þau eru svakalega úrelt, sko. Já. Það er, sko, en við erum svona að vinna í því að koma því út, sko. Gera þau ekki ráð fyrir til dæmis rafrænum hlutum og svoleiðis? Sko. Þau gera það? Já. En ekki dag, sko. Ekki nýju lögin, ekki gildandi lög. Ekki gildandi lög, nei, sko. Það er enn verið að tala hluti sem að dött út fyrir 25-30 árum, sko. Já, einmitt. Og hérna við sátum á fundum daginn og hérna vorum bara hlóðum okkur máttlaust skuldi ennþá að standa anninni ákveðna hlutir í þessum lögum, sko. Þetta er, og þau eru algjörlega úrrælt, sko. Já, það liggur ekkert fyrir hvar með geimar rangögn og þú veist og menn það er enn gráðum það að hvert einasta fylgskjal skulle vera útbrettað og þannig að það hljómar mjög óskilvirkt. Já, og það bara, við verðum að breyta þessu, þetta er bara pappisóun og það er líka ef að þú sem eigandi fyrirtækis getur bara að opna tölvu hvað sem er í heiminum og farið yfir fylgskjölin rafrænt greint bókhaldið á þess að þurfa að vera að opna einhverja möppur það er fyrsta lagi bara bylting og öðrulega bara nöðsynlegt því að ef það er nú eitthvað sem við lærðum þessu COVID þá var það að við þyrftum ekki að vera alltaf á sama stað. Nei, það við getum samfundið annað og þegar menn geta orðið þetta að bara setja upp þessu umbústa og farið yfir þú veist, gert reikninga eða farið yfir hvaða kostnaðar var þetta inn eða annað og þú ítir bara á fylgiskjali og það opnast beint fyrir fram að sko. Þetta er svo óðbóðslega löngu tímanbært sko. en eins og lögin í dag þá auðvitað máttu þetta en þú skalt líka eiga pappisindakið sko. Og þegar þetta er komið þá verður skatta eftir töluvert einfaldara sko. Já, ég skil það er ekki spurning sko. Það er svona helst þessi lög sem er vesinn á sko. Myndi ég segja sko. og það er svona hún er langt á vegkomin vinnan þetta vonandi náðu sinna hausting sko. Já, frábært Ég ímynda mér að það sé ekki þetta er ekki hápólitískt mál þannig að þetta er ekki kosningalofur hjá neinum en þetta er samverkapi ekki eitthvað sem neitt er að fara að stoppa. Nei, akkurat sko, en samt svo ótrúlega nöðsilegt til þess að koma okkur líka bara þetta er grænt mál sko. Bara pappír og annað sko. Akstur og vesen og já. Og þú veist, COVID hjálpaði okkur og með þetta líka sko, benda okkur á þetta að við þyrftum ekki að vera á saman staðnum og það þyrfti ekki alltaf að vera að keyra og funda og svona, bara auðvitað kannski verður einhver aflenga þessu að fólk svona hittist minna en það verður þá bara hittast í einhverjum tilfellum heldur en vinnulega sér. Já, og einhverju skemmtilegra heldur en að ganga frá einhverjum pappírum. Já, algjörlega sko, þannig að þetta verður held ég og ég full að trúi þetta verður svolítið bylting sko. Já, nei við skulum bara vona þetta gangi vestir og ég held að þetta sé bara ágætis loka orðið þetta spjall okkar hérna, Árni Þór
Hlynsson, þakka þér kærlega fyrir komuna, þetta er búið að vera mjög fróðlegt, mér þótti þetta allavega afskaplega upplýsandi og ég lefi mér að vona hlustendum þykir það líka. Takk kærlega fyrir að bjóða mig bara. Og ef þú kæri hlustandi hafðir ánægju eða gagn af þessu spjalli þá máttu endilega benda vinum þínum og fjölskyldu á að hlusta á leitina peningunum. Og ef þú laumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál, vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda, þá máttu endilega hafa samband á Facebook síðunni leitin að peningunum. Takk fyrir að hlusta.